Já, komið þið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan hér aftur. Seinni undanúrslitin hér framundan á móti, tveim frábærum keppendum. Það Guðmundur Magnason frá Njarðvík, verður velkomin. Takk fyrir. Og Guðmundur Aðalsteinn frá fótbolta.net. Takk fyrir. Það gummaslagur í undanúrslitum. Gummi Aðalsteinn, þú ert búin að taka einn gumma á leiðinni. Já, hver var það aftur? Gummi fyrir Vings. Já, ég glemdi því. Já, það náttúrulega búið að líða svolítið hérna, þetta er búið svolítið hæg sería hjá okkur. Það er búið að vera smá pásur inn á milli margra þátta. Sérstaklega þegar þú ert á leiðinni, en aldrei þér að kenna. Aldrei mér að kenna, það er reynda að vara smá miðun að kenna núna. Nei. Það er eins og það er. Já, það er bara allir svo hræddir við að mæta Gumma Magn. Að það líður smá tíma á milli þess að það er... Menn er undirbúið sig. Læra heima á svo. Já. Herðu, fótboltanördin er spilaður í 6 liðum. Við erum með hraðaspurningar, ferilinn, byrjunarliðið, almenn kunnátta og svo eins og í síðasta undanúrslitin þætti þá verðum við með nýjan lið sem er þríþrautin og endum á síðasta sjens. Förum bara í beint í hraðaspurningar og Ég skal víkja. þú skalt víkja Guðmundur Aðalsteinn og Gummi Mag veit hvað hann á að gera. Já, Gummi, ert þú tilbúinn? Klár. Þá byrjum við núna. Hvað heitir heimavöllur Fulham? Craven Cottage. Rétt. Hvað eru mörg lið fyrir utan höfuðborgarsvæðið í bestu deildinni núna? Keflavík, KA, IBF, IA4. Rangt. Fyrir hvaða landslið spilar Luis Suárez leikmaður Sporting? Luis Suárez, hann spilar fyrir Portugal. Rangt. Vilhjálmur Bretaprins er yfirlýstur stuðningsmaður enskt úrvalsdeildarfélags. Birmingham. Rangt. Hvert er álfusamband Suður Ameríku? CONCACAF. Rangt. Hver er landsliðsþjálfari Svíþjóðar? Hann Potter. Rétt. Red Bull á knattspyrnulið í hvaða þýsku borg? Leipzig. Það er rétt. Hvaða lið var mjólkurbikarmeistari karla árið 2004? KA. Rétt. Hvað eru margar umferðir í ensku Championship-deildinni? 46. Rétt. Heimavöllur hvaða íslenska félags er kenndur við salatframleiðanda? Lampavöllurinn. Úrvalsdeildar Fram. Það er rétt. 6 stig úr hraðaspurningunum. Vel gert, Gummi. Við náum í hinn Gumman og sjáum hvernig hann stendur sig. Gummi, ert þú tilbúinn? Já. Þá byrjum við núna. Hvað heitir heimavöllur Fulham? Craven Cottage. Rétt. Hvað eru mörg lið fyrir utan höfuðborgarsvæðið í bestu deildinni núna? 2. Rangt. Fyrir hvaða landslið spilar Luis Suárez leikmaður Sporting? Hann spilar fyrir Kólumbíu. Rétt. Vilhjálmur Bretaprins er yfirlýstur stuðningsmaður. Aston Villa. Rétt. Hvert er nafn álfusamband Suður Ameríku? Það er, CONCACAF, nei. Rangt. Hver er landsliðsþjálfari Svíþjóðar? Það er Graham Potter. Rétt. Red Bull á knattspyrnulið í hvaða þýsku borg? Leipzig. Rétt. Hvaða lið var mjólkurbikarmeistari karla árið 2024? 2024 var KA. Rétt. Hvað eru margar umferðir í ensku Championship-deildinni? 46. Rétt. Heimavöllur hvaða íslensk félags er kenndur við salatframleiðanda? Það er Fram. Það er rétt. 8 stig. Vel gert, Gummi. Bara 20 sem hann náður ekki. Það er þá 8 stig, 8-6 fyrirgeðu eftir hraðaspurningar fyrir fótbolti.net gegn Njarðvík og við skulum fara yfir það sem kom ekki. Þið voru hvorugir með hvað sem mörg lið eru í hérna bestu deildinni sem er fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Það er 5 eða ekki? Þú varst nærið í Gummi. Þau eru 5. Þið vantaði bara Þór. 4, Þú vantaði bara Þór. Ég er bara panikað. Ég er bara hugsað Þór og Káa. Það er náttúrulega Keflavík, IBF, IA, Káa og Þór. Ég glemdi Þór. Já, Luis Suárez, hann er frá Kólumbíu, það er rétt og Vilhjálmur Bretaprins stiður Aston Villa. Ég segi Birmingham þar. Og þetta er rétt borg. En, já... Ég er ekki ánað með þetta svar. Já, Vilhjálmur er auðvitað að hlusta. Sorry. Hérna, þið voru hvorugir með hérna Suður Ameríku, það var CONMEBOL. Já, bara... Konumóla. Já, bara engin fræðilegu sens. CONCACAF er hvað? Það er Norður-Ameríka. Já. Það er bara, þannig að afnæsti bara við aftur líka. Já. Og svo voru þið með rest báðu tveir.
Þannig að, já, sterk framistæði hjá okkur báðum eftir hraðspurningar og staðan er mjög jöfn. Þegar við förum í næsta lið sem að er ferillinn. Já. Ég ætla ekki að útskýra neitt allt á mikið hvernig ferillinn virkar. Ef þú veist það ekki, þá eru fullt af þáttum inn á laugarsveittifótbolti.net fyrir þið til þess að komast að því. Eða þá bara halda fram að hlusta og það pikkar þetta upp á leiðinni. Byrjum í fyrsta leikmanni. Þar sem að þið getur fengið 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu. Það var 1996 til 1997. Newell's Old Boys. 1 leikur, 0 mörk. Ég er með gísk. Já, þá máttu bípa hérna kjörlingum. Carlos Tevez. Það er rátt. Það er Gummi. Diego Simone. Það er rátt. Engin 5 stig í fyrsta leikmanni. Skoðum þá 4 stig. Hvort þið náðu því. Hann fyrir 1997 til 2001. Valladolid, 54 leikir, 1 mark. Gabriel Milito. Rátt. Þetta er Ríkverme. Það er einnig rátt. Gott gísk. Já, bara búið að vera fullt af góðum giskum hingað til. Þau voru á dröng. Fyrir 3 stig. Já, þetta gefur kannski ekkert endalaust mikið en ég ætla samt að segja þetta. 1998 til 1999. Hann fer hann á lán til Sporting. Spilar 5 leiki og skorar 1 mark. Ég var að giska. Þetta er ekki Saviola. Það er rátt. Ég ætla að gíska á Walter Samuel. Það er einnig rátt. Já, gott gisk. Fullt af góðum nöfnum samt að koma hérna fram. Menn sem að maður hefur ekki hugsað í langa tíma. Þá fyrir 2 stig. 2001 til 2004 Paris Saint-Germain 99 leikir 4 mörk. Það er .net. Er það Mauricio Pochettino? Það er rátt. Er þetta Zanetti? Það er rátt. Þá fyrir 1 stig. 2004 til 2007 Manchester United 52. Það er Ég veit þetta ekki sko en... .net, var undan hana. Nei, var ég? Ekki, eða það Ég held að ég var var hann undan. undan? Já, ok, ég Ég veit það sá ekki, stærri ég- hreyfingu á ég- þér og ég var ennþá að lesa. Ég tók bara því að hann var Já, að- já, ok. Ég hef ekki vitað þetta sko. Til 2007. Sæl. Heiðalegt aður, Gummi Aðsteinn. Hvaða kóngur er þetta? En ég þarf að fara að fá Já. svar fljótlega frá þér, fyrst þú bípaðir. Já, ég bara... Vá. Ég held að ég kom með þetta mjög. Já, ég ætla bara að gefa þetta. Já, Nei, ég veit Já, það ekki. bara- Gummi Mag gefur þetta frá sér. Hver er leikafjöldin? Já, þú er svo sem ekki búin að bípa, þannig ég get klárað þetta. 52 leikir, 1 mark. Ég er með gísk sko. Gabriel Hanse. Gabriel Heinze er rétt. Ég hugsaði hann. Og svo held... Já, ok. Já, þetta var vel gert, strákar. Skemmtilegu ferill. Já, mjög áhugaður ferill. Hérna, já, var ekki búin Allt að... er Real Madrid eftir hann, eða Já, ekki? hann var eftir það. En fram á því að hann fór til United, þá var hann búin að spila í 5 mismunandi liðum, í 5 mismunandi löndum. Já. Svo, já, fyrir náttúrulega til Real Madrid, Marseille, Roma og aftur, og enda ferillin í Newell's Old Boys. Já. Og þjálfar til Arsenal í dag. Já. Já. En þetta var nú bara 1 stig Já, já. og förum í næsta leikmann. Þar sem að hann byrjar ferilinn sinn fyrir 5 stig 99 til 2004 West Ham United 93 leikir 29 mörg. Hversu 29 mörg? Já, 30, hvað sagður margir leikir? 93 leikir. Það er Gummi Mag. Joe Cole. Aránt. Gott gísk. Jermaine Defoe. Það er rétt. Já. Það eru 5 stig á Guðmund Aðalstein. Þetta var alvöru púl. Maður þurfti bara að grafa eitthvað upp hann úr þessari West Ham Akademi. Já. Þetta hérna, já, bara mjög vel gert hjá þér. Fyrir hérna fullt af liðum. Það
Ef ég ætla að byrja að telja þau upp hérna, þetta er Bournemouth, Tottenham, Portsmouth, Tottenham, Toronto, Tottenham, Sunderland, Bournemouth, Rangers og Sunderland. Það sem hann fór og mjög sterk stig hjá 5 stig hjá Gumma Aðalsteini, en það er einn leikmaður eftir í ferðinum. Og við byrjum þar, förum aðeins framar í tíman. Það er 2012 til 2015. Northampton Town, 53 leikir, 11 mörk. 53 leikir 11. Já, Hvað ár sagður 12 til 15. Þú með þetta? Já, þetta, Það heyrist það ekki. heyrist rosa vel í bjölluna hans Gumma Hanna. Þetta er þarna... Hún er bara, Já, hann er dauð. bara ónýtt. Já, Já. þannig að... Frábært. Þetta Ívan Tóni. Það er rétt, 5 stig. Jesus. Halló. Þetta er rosalega framæsta hjá Guðmund Aðalsteini í ferðinum. Það mun ekkert allir eftir í Northampton Town. Nei, hann byrjaði þar. Heldur skongurinn. Já. Ég held að ég væri að fara að vilja eitthvað fyrir ykkur því hann náttúrulega fer til Newcastle og spilar bara 2 leiki og skorar ekki. Já. Svo fer hann á 300.000 lán áður en að hann fer til Peterborough og svo til Brentford. Og svo til hvað? Al-Ahly? Já. Herðu, já, Jú. Gummi Aðalsteinn náður í þér í gott forskott eftir ferilinn. Staðan er 19-6 Já. þar sem að Gummi Aðalsteinn náði sér í 11 stig í ferlinum. En við förum í næsta lið sem að er byrjunarlið. Já, í byrjunarliðinu þá ætlum ég að biðja ykkur að nefna hérna leikmenn til skiptis sem byrjuðu í einhverju liði. Þeir eru báðir United menn. Þannig ég ákvað að taka United lið, klassískt lið, og Gummi Magg, þú fær að byrja. Í Manchester United 2-1 sigri gegn Bayern München í úrslitaleik árið 1999. Og við erum bara Til skiptis. alla leið. Já. Bara United liði. Bara United lið. Ok. Bara United. Ok. Byrjaði bara Smækkel í markinu. Ó, ég ætla að taka hans sko. Michael, hann er í markinu. Hvað ertu gamall þarna? Ég var einsás. Já, En maður hefur hort á klippur úr þessum leik sko. Þannig að maður ætti að geta munað eitthvað. það er kannski smá fórskóta á Gumma Magg þannig að vera smá aldrei. Hver veit? Tekur maður ekki bara Dwight York? Dwight York, það er rétt. Það er Herjá, tekið félag hans Cole. gól, það er rétt. Það er svo margir en það sem að þorir ekki að segja sko. Ég veit að Roy Keane spilaði ekki hennar leik. Það spilaði Ryan Giggs hennar leik. Það er rétt. Já. Tekið hinnkantinn og það er bara backs. Beckham, hann er í liðinu. Ekki Dennis Irwin? Dennis Irwin er rétt. Það er Gary Neville. Gary Neville, mikið rétt. Var ekki Staman. Paul Scholes? Paul Scholes, það er rámt. Já. Hann og Keane voru í banni. Já, hann var í banni líka. Ég vissi að Keane var í banni. Óvæntur, Blomqvist. Blomqvist er rétt. Ég var með hann í haustnum sko. Jepp Stam. Já, Stam er rétt. Og þá kemur síðasta gískið hjá þér, Gummi Magg. 2 eftir. 2 eftir og síðasta gískið. Sko, Hver ertu með í haustnum hann? ég er með einn hafsend í hausnum sem að, ég veit ekki hvort það spilaði. Miðjan er óljós hjá mér, sko. Þessi síðasti á miðjunni, sko. Fyrst Keane og Scholes fyrir banni. Já. Herðu, Ronny Jónsson. Ronny Jónsson er rétt. Frábærlega Ég gert. var með Steve Bruce í haustnum sko. Já, það var ekki alveg hana. Nei, það var ekki Það alveg var bara miðjumæðurinn eftir. Það var bara miðjumörun eftir. Eru þið með hann eða? Sko, miðjumæðurinn. En þú farið ekkert stig fyrir það því Já, að giskinu ég er er búinn búinn að sko. En giska. ég bara spyrja hvort þið séu með hann. Já, miðjumæðurinn. Var Kanchelskis eða? Hann er ekki bött. Nicky Butt. Þáttarinn. Annars var bara allt komið hjá okkur. Þetta var, já, ég get kvitt undir það. Þið eru United menn.
Þetta hvað klikkar á? Já, skóls. Já, Já. skóls. Ég var bara viss að Kín var í banni, sko. Já. Ég var ekki alveg með Þeir skóls. voru báðir í banni, sko. Einmitt. Og Guðmundur Aðalsteinn, þú fær þá að byrja í næsta liði. Þú fyrir við framar í tíman og í annar land. Já, gott. Það sem að þú ætlar að byrja á að segja mér leikmenn sem byrjuðu fyrir Víking í 1-0 sigri þeirra gegn FH í úrslitaleik Mjólkurbikarsins 2019. Jesus. 2019. 1-0. Vá. Maður var á þessum leik og allt, sko. Já, ég var ekki að þessum. Ég var að seinni hinum Víkingur FH úrslitaleiknum. Já. Þetta er hvað, 2019? Já. Pablo Punja er ekki eins og komin hann, sko. Matti Villa er ekki þannig heldur. Hverju er í þessu leik? 7 ár síðan. Já, ég spilaði á móti Víking í áttalúslutum með það ár. Skoraði 2 mörg. Við vorum 2-0 yfir í hálfleik og við töpuðum 2 eða 4-2, ég man ekki hvað var. Já. Já, það kannski getur hjálpað eitthvað. Mögulega. Kári Árnason. Kári Árnason er átt. Já, gott gísk hérna. Það er það Guðmi Magg. Ég ætla að byrja frammi, það er Óttar Magnús. Það er rétt. Shit. Hann skoraði markið. Síðan, sko. Hann skora á víti. Þú sagði eitthvað, Kári. Fyrir Árna. Ég held að hann væri komin hann. Davíð Örn Allarsson. Davíð Örn Atlason, hann byrjaði rétt. Yes. Sölvi væntalega. Sölvi, hann byrjaði rétt. Halldór Smári. Halldór Smári, já, hann er hann, rétt. Atli Barkar. Atli Barkarsson. Síðan ekki í fljótubræðin, nei, hann byrjaði ekki leikinn. Okay. Ágúst Lins. Ágúst Lins er rétt. Þetta er svona farið að rifjast aðeins upp fyrir manni. Reyna að muna nöfnin á þessum mönnum sem þú varst að klípa Já. í hópnum. Hann Júli Magg. Július Magnússon, hann er þannig, já. Hann skotans. Með hann í hausnum, sko. Ég er aðeins lengur að finna nöfninu núna því að ég er með bara screenshot af KSI.is sem er aðeins óþægilegra heldur en að hafa þetta sem byrjunarlið, sko. Að Kristall Máni þannig. Kristall Máni, nei, Það var hann er ekki ekki hana. Hann var ekki Ég var komin. eftir ekki. Hann var ekki komin, það er alveg rétt. Þetta er síðast ekki þitt Guðmi Magg. Já. Sko. Guð minn góður. Það var svo mikið breyst hjá Víkingum síðan þetta gerðist. Ég ætla að gíska á markmanninn, Þórð Inga. Dotti Inga, Já, hár rétt. Hann var í markinu. Já, Dots og Bullet var í markinu og síðast ekki þitt Guðmi Aðalsteinn. Nikolaj Hansen. Nikolaj Hansen er rétt. Já. Já, vel gert, vel gert. Það sem að vantaði í þetta liðið, það er, já, einn af fáum sem að eru ennþá þarna, þegar Ellingur Ragnarsson. Já, sjálfs. Svo erum við með hérna K.R.ing núna, Guðmund Andrar Tryggvason. Og annað, nei, Lóa Tómasson. Lóa Tómasson. Luigi. Luigi, vantaði hann. Hann var svo bara lánaður í FH og Já. Þetta var áður en að hann varði, stórstjarna. já, rauninni. En staðan þá eftir byrjunarlið, aðeins búin að saksa á forskotið, Guðmi, það er, má ég sjá, þetta eru 27-16 og þegar við förum í næsta lið sem að er almenn kunnátta. Það halda þær frá því að hann náður sér ekki á 10 stiga spurningu í lokin, sko. Herðu, Bjalla þín er dauð, það er spurning hvað við gerum þá. Ég hef bara haft þetta í miðjunni og... Jú. Bara sá sem var á undan á hana. Já. Græðum þetta bara þannig. Já. Það er ekki svona sanngjarnt. Jú, gerum það bara. Ég hef ekki tíma til þess að skjótast út í Nei. næstu dýrabúð og kaupa hana Höfum hann bara, ef ekki að láta hann Enda standa. þetta 3-3, Ha? Enda þetta 3-3. Ég held það, ég sá ekki annað mark. Erum við ekki jafni hérna bara, standa og... Jú, það held ég. All right, þá fyrir við almenna kunnáttu. Það sem við ætlum að spyrja spurningar sem að tengjast fótbolta neitt. Fyrsta spurning er almennri kunnáttu. Í Andabæ eru Huey, Dewey og Louie oft til vandræða. En hvað Rippar bara upp. Riprappar upp er rétt. Lesa leikinn. Já. Út með þetta. Stýttar sem þú voru þetta en ég. Spurning nummer 2. Skjaldbökur
anda eins og önnur dýr með munnunum og nefi. Sumar tegundir þeirra eru þó með aðra leið til þess að anda sömu leiðis og Rassinn. það er rétt! Það gerast þetta. Anda með rassinum. Hvernig í andskotunum veistu þetta? Ég veit að þetta var bara 2 + 2 saman sem 4, sko. Já, auðvitað. Ok, Já, sanngjönd. mjög. Þeir anda með rassinum, sumar tegundir. 3. spurning. Helvetica, Verdana og Arial eru dæmi hvað? Það er komið magn. Letur í vörd. Já, leturgerð, það var eina sem Leturgerð, ég vildi fá, en þetta er rétt. Fær stig hana, tilbaka. Spurning nummer 4. Hvað heitir áttfætti hesturinn hans Óðins í norrænni guðafræði? Sleipnir. Það er rétt! Ég hef ekki við þetta. Orðið jafnt í almennri kunnáttu og lokaspurningin kemur nú. Hvaða tveimur hráefnum þarf að blanda saman til að búa til marens? Gummi mag. Egg og sigur. Það er rétt! Held bakarinn hérna. Bakarinn Gummi Mag, hann tók eitt stig meira en Gummi Aðalsteinn þarna og heldur áfram að saksa hægt og rólega fórskotið og staðan því orðin 29-19. Þegar við förum í næst síðasta liðin sem er einnig nýji liðurinn þríþraut. Í þríþrautinni þá ætla ég að gefa ykkur 3 spurningar og þið skrifið niður á blað sem sagt já, þið skrifið niður á blað bara og ég gef ykkur allar 3 spurningarnar í einu og svo er eitthvað þema sem að tengir allar 3 spurningarnar og þið er að giska á hana líka. Þið getið fengið 2 stig fyrir hvert rétt svar í spurningunum og þið fáið 4 stig ef þið giskið á þema rétt. Þannig að þetta er 7 stig, ég held það. Þetta var afskaplega Nei, liðleg ég stærðfræði hjá held þér. að vera að plúsa 4. Nei, það bara er rugl. 2 stig fyrir hverja spurningu, Afsakaðu þetta. svo 4 stig Já. sem að gera samanlagt 10 stig. Já. Ok. Já, fyrsta spurning í þríþraut. Graham Potter mun þjálfa Svía á HM í sumar. En hvað heitir sænska félagið sem hann þjálfaði frá árunum 2011 til 2018? Ef við bara skrifum það niður á blaðið það. Já, gefa ykkur nokkra sekundur og klippi þögnuna í burtu og svo hérna gefa ykkur næstu spurninguna. Peter Crouch hefur oft verið kallaður 2 meter Peter. En hversu hár er hann nákvæmlega í sentimetrum samkvæmt Wikipedia? Og þriðja spurningin. Paul Pogba kom í gegnum úlingastarf Manchester United en hann var ekki álitinn besti leikmaðurinn í hans aldurshóp í liðinu. Það var annar leikmaður sem endaði á að eiga töluvert lakari fyrir en Pogba. En hann spilar nú fyrir Arabian Falcons í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Hver er það? Og svo er eitthvað þema sem tengir allar þessar 3 spurningar og þið fáið alveg bara eins mikil þeim að þið viljið það. Ok. Já. Er þið báður? Já. Bara let's go. Herðu, Gummi Mag, fáum þið bara til þess að giska fyrst á fyrra svarið hérna sem að skrifaði niður. Já, Potter. Östersund, það er rétt hjá ykkur báðum, 2 stig á ykkur báða og Gummi Aðalsteinn, ef að þú segir mér hvað þú heldur að Peter Crouch er stór. Ég sagði 204. Og Gummi Mag, 207. það er rétt hjá hvorugum. Okay. Hann er bara 201. Hann er ekki hærri en það. Pínulítill. 2 meter Peter er mjög rétt viðnefni það sem hann er svona eiginlega akkurat nákvæmlega. Ok. Já, Gummi Mag, hver var þessi liðsfélagi Pogba? Ravel Morrison. Það er rétt og Gummi Aðalsteinn. Ravel Morrison. Það er rétt og Gummi Aðalsteinn, hvað heldur þú að þema sé? Sko, ég er með 2 möguleika hérna. Þú voru að velja, annað þeirra. Með það fyrst að þeir spilu allir fyrir Stoke. Ok. Eða þá, þú veist, voru allir hjá Vestam. Ég veit að Ravel Morrison var hjá Vestam. Ég er ekki viss að Peter Crouch hafi verið á Vestam, ég held ekki. Þannig að ég ætla að segja Stoke. Já, og Gummi Mag? Ég segi bara Vestam. Allir tengdi Vestam. Ég get sagt ykkur að þetta sé rétt hjá hvorugum. Okay. Þema sem tengdi alla þessa frábæri menn er að þetta er allt englendingar sem voru í Svíþjóð. Já, ok. Ravel, hvað var Ravel? Morrison var í Östersund. Já, ok. Hann var
Hvað var Peter Crouch í Svíþjóð? Peter Crouch var í Byrjaði þar ekki? Nei, hann fór á lán þar sko, hvað var það aftur? Eskilstúna Já, var eitthvað svona. Þetta var eitthvað svona algjörlega, þetta var ekki einu svona í allsvenskunni sko, þetta var í súperrettinni sko. Nei. En komið frábær staðan er nefnilega 33-23 þegar við förum í síðasta liðin sem er síðasti séns Þetta er típist sko. og Guðmundur Magnússon ég er með 10. spurningu handa þér Má bjóða þér hana? Já, ég verð að gera það. Já, þá ætla ég að spyrja þig aðeins 3 leikmenn hafa skorað þrennu í ensku úrvalsdeildinni fyrir 3 mismunandi félög og ég ætla að byrja þennan að nefna 2 þeirra Já, verður að vera erfitt í 10 stiga Sko, það hlýtur allan að vera þessi hérna. Þetta hræðum sko. Svo gruna mig að þetta Það gæti er bara verið alveg hægt að giska á þetta sko þessi hérna. Ekki vera að þessu, segi ég bara Fyrir 3 Svo mismundi félag gæti verið þessi hérna. 3 sem hafa skorað fyrir þrennu fyrir 3 mismunandi lið og ég er svo góður ég ætla bara að nefna 2 þeirra Sko, það voru 3 sem kom upp í hugan á mér. Oh my god Hann getur ekkert stólið þannig að þú mátt alveg Nei, já. hugsa upp átt sko Defoe, Robbie Keane og Andy Cole. Ég ætla að giska á að Defoe hafi náði og Robbie Keane. Já Ef þetta er rétt þá neyðuru Guðmund Aðalstein í að svara rétt í einhverju spurningu og ef hann er því ekki þá fyrir við framlega hana í hvað heitir eftir bráðmanni en ef þetta er rangt þá er Guðmund Aðalstein komin áfram í úrslitin og ég seti til hamingju Guðmund Aðalstein með að vera komin áfram í úrslitin Til að mikið. en Var einhver að þessu með? ekkert á þessu rétt Það er einu sem er dattið með mörg lið, sko. Já. Sér þarna? Nei, hvað er hann Southampton? Já, Blackburn, Southampton, Newcastle. Já. Nei, hann hefur ábygglega ekki náði á Southampton þá Hvaða legend er þetta? Þetta eru Teddy Sheringham, Já, það sjálfsög. Jakubu Já. og Nicolas Anelka Wow. Mér var Sheringham Jakúbu Já, Jakubu, Auðvitað ég bjóst smeygði aldrei hann. við að fá hann sko. En mér var Sheringham og Anelka svona Já. gettable sko. Herðu, Guðmundur Aðalsteinn og Viktor Lapp spurning, hvað viltu fá? Gef mér bara 10 stiga Gefa 10 stiga Alfredo Di Stefano er einn af þekktari knattspyrnumönnum fyrri tíma. Þessi fyrrum leikmaður Real Madrid státar af því að hafa leikið fyrir 3 mismunandi þjóðir á árunum 1947 til 1961 en það var Argentína, Kólumbía og Spán. Spurt er, hversu marga leiki lék hann á lokamótum HM á sínum ferli? 0 Og það er rétt! Já Þetta var planað að vera trickspurning sko ég las en það. þú lasta Já. og ferði upp í 43 stig. Vel gert. Vel gert. Og Það er ekkert annað þetta en að bara beigja sig, sko. nei, þetta var frábær framistæð. Já, Guðmundi mjög í vel dag. gert. Takk fyrir það, sömuleiðis Ótrúlegt að þessi leikmaður sem að hérna var á sínum tíma mögulega talin bara í besti leikmaður allir tíma Já, spilaði fyrir 3 landslið Ef þú spurt mig hvað 3 landslið hann hefði spilað fyrir, það hefði ég ekki vita. Ég hefði Hvað vita sagði? Þú vissir það Kólumbía? ekki? Ég hefði vita Spán og Argentínu, ég hef ekki vita Kólumbíu. Já, ok, Ok. nei, ok ég spyr það næst núna vita þetta samt herðu já, þá er bara næst síðasta þætti í seríunni lokið hér með og bara einn eftir Guðmundur Magnússon, frábær framistæða hjá þér í keppninni, Bara takk fyrir mig. seríunni Heiður að fá að vera með. Klárasti fótboltamaðurinn á Íslandi. Já, ég Það er er rétt. þannig að mér líður þessu Íslandi í handboltamótinu í janúar. 4. sendi. fáum þið kannski hérna einhver tíman í nörda off-seasonu að Já. taka á móti Ragnari Braga sem vann síðast Já. það var svona, þá sjáum við hver raun og veru hver er klárast í lengju til að spila Já. Var þetta ekki 3. sendina? Ég var ekki með fleiri steg en Helgi hérna. ha? Komið Magg, fleiri steg en Helgi hérna. Já, jú, Fyrir- einmitt. Ég held að hann hafi tekið bronsið sko. Já, Ég fara á pall. ég hugsa það sko Já. á förum við, en Það er betur en íslenska handboltalandsliðið. Já. Það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. við sjáumst næst bara í úrslitaþættunum við ætlum að sjá hvort við getum ekki gert eitthvað svona skemmtilegt í kringum það en það er ekkert orðið staðfest þannig að það kemur þá bara í fréttum á fótbolti.net ég get ekki lofa neinu hér og nú en já, sjáum til hvernig það fer
Gummi, sjáum þið þar. Bara gangið vel, vonandi vinnur þetta. Rústa Sem þessum að- Jóa skúla. Já, þú mætir í Jóaskúla Já. á draumaleginu. Takk fyrir mig, Takk. sjáumst.